tíð var alltaf bringukorninn notaður. Ég má vera fram. Og þau skerir bara hérna á liðin. Það er bara voðalega einfalt. Síðan að næsta sem ég geri er að svona marka fyrir hérna, þið sjáu það, sem svona niður úr hérna, niður að skílónum, svona og þá eins hér, gert svona í rúnning, hérna, sem svona. Já, þú tekur löppina af líka fyrir? Ég geri það, já, svoleiðis. Ég geri það alltaf svoleiðis. Þetta var það sem svona tókst á þessu þegar þú fórst að, og sem sjáu þið hérna dúllurnar mínar, þetta bókstaflega rennur af sjálft sko, svona. Það þarf ekkert að gera, þið getið sem sagt úrbeina með fingrunum, þið þurfið ekki hnífa til þess. Viltu halda hérna í? Ég skerði þig. Þetta bókstaflega rennur af. Þú, hvað sagði ég núna? Ég sagði þetta Bókstaflega. Það er bara íslensk tunga, vikan. Ok, þá hafið þið bóginn hérna, dúllulegan bó. Svona er þetta að kaupa eldað í nótun og 1000. Já, þetta og síðan gerir þið svona, hér, niður á herðablaðið, hérna, hérna, svona, 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 og ekki svona, svona niður. Skiljið ekki svona mikið kjöt eftir eins og ég gerði hér. Hreinsið það frá og leggið það hérna með, skiljið ekki eftir á beininu. Svona. 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 Sjáðu þið. Hérna. Nei, það er ekki alveg hvað þetta semst. Já, ég er að skera utan kúlun, liðkúluna. Hérna. Það er þetta komið svona. Og þá gerir þið hreinsið þið svona. Það kemur hérna hólf þarna. Já, skafið þið hérna niður og slítið þið hérna frá og á einhvern svona ekki alveg skoða hníf eins og þennan. Og hérna sjáu þið svona og hreinsið hérna frá. Svona. Hreinsið hérna frá, eyðileggið hérna 20.000 krónur hníf og bara í sama. Alltaf. Er í lagi ekki þrótt? Það er allt í lagi með. Það er bara það betra. Það er betra sko. Og svona, svo haldið bara hérna við og sjáu þetta á þetta svona nokkuð veginn að renna frá. Hér fór ég ekki alveg nóg en ef þetta er ógulega flott þá rennur þetta allt saman frá. Passefni þannig. Já, hér hef ég skilið brjóskið eftir svo ég tek það í burtu. Ok, hér er eins og þið vitið kirtill. Og það tökum við hann bara af svona, annars er hann tekinn, ef við værum í gömlu bódæminu þá hefum við hreinsað fitun innan úr. En hér er þessi kirtill og það skiptir máli að hann sé ekki með. Það næsta sem við gjörum er að taka hérna frá. Sí, svona, svona, svo nota ég bara alltaf þessa gömlu góðu, bregð hnífnu hérna undir, aðeins losa betur frá, svona, 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 svona. Svo hérna undir, hnífnu hérna og svona. Svo ef maður ætlar að nota þetta þá einfaldlega brýtur maður þetta svona, tekur úr liðnum og hreinsar frá. Annars tekur maður bara legginn úr eins og við ætlum að gera. Stundum var maður með þetta í rullu svona, svona. En við ætlum ekki að gera það, svo við sem sagt hreinsum allt hérna frá, því svona.
Nú getum við snúið okkur að hinnu. Nú er bókjötið orðið gott. Svona. Og ég tek þetta bara svona úr. Hérna upp. Svona. Svona. Og það þýðir ekkert að fara of hátt upp á hálsinn. Síðan er þetta hreinsað, trimmað til. Þá höfum við þetta præm hérna. Síðan er hálsinn einfallega hreinsaður og síðan tökum við hérna á milli. Svona og bónum beinin. Úr þessu gerum við síðan eitthvað. Þetta er eins og við vitum upplagt í að steikja heilt. Úr þessu búið til hreinsi vöðvan og búið til rúlli eins og við erum gerð með einhverju fasi og neti og annars líkt sem ég þekkið orðið. Þetta er eiginlega lítið gert við. Reynið að halda herðablaðinu þokkalega hreinu aðeins betur en ég gerði hérna og síðan þetta bara slípa til og hálsinn er bara úrbeinar, uppláður í fasgerð. Ef þið viljið nota það inn í bóginn ykkar og þá prjónið þið svona á honum. Það er svolítið flókið að gera þetta. Þið verður að taka meðfram öllum liðunum til þess að ná á milli. Svona, prjóna þetta svona niður með oddinum næst í á hýtnum. Og svo losið þið þetta bara af svona. Þetta nú ekki meira. Skiljið þetta? Þetta er bara auðvelt.